Og eins og við sjáum þarna á fyrir tilraun, þá hitnar hann mjög mikið. Eins og núna við 18 volt og við vorum á þessu með hérna, það er svo 200 mA, cirka 0,2 ampere vorum við með í fyrir tilraun. Og þá hitnar það bara, þú veist, bara rosalega mikið. Þannig að þessi regulator hefur þann galla, hann virkar, fengum alltaf 12 volt út, en hann hitnar mjög mikið. Þannig að menn fundu upp aðra tegund sem heitir switching power supply. Við erum að kíkja á hana. Já, hér aðeins þessar tvær tegundir af hérna regulatorum. Þetta er sem við vorum með áðan, 78 serían, sem gamli. Hérna dæmum 7812. Þetta hér er 7812 serían. 7812, hann gefur 12 volt út. Hann var líka honum við hérna, við stilla þetta viðnám. En það er alltaf spennufallið í viðnámið, hérna yfir. Þannig að eins og hérna er 20 volt inn og svo hérna sé bara 0,2 ampere hérna í gegnum hann, hér. Og þá hitnar hann sig nemur margfeldunni á spennunni yfir sig, það er að segja 8 volt sinnum 0,2. Það voru 1,6 watt sýnist mér, sem myndi hitna. Þessi hér, þetta er switching power supply, þetta viðnám, en þessi er eins og rofi. Hann er on eða off og hann fer mjög hratt. Við erum að tala í megariðum, milljón sinnum á sekúndu, þá er hann að slokka og kveikja sér. Þannig að þegar hann er opinn, þá er engin straumur hér í gegn. Þá er I0. Hann er lokaður, þá er fullur straumur, en þá er spenna 0. Þannig að margfeldið hér af straum og spennu er alltaf 0. Þannig að þessi hér hann hitnar ekki neitt. Þetta er samkvæmt transistor, þetta er bara, nema hér hann bara keyrður sem analógur ás, eða leiðir svona í miðjunni, en hér er hann bara keyrður þannig að hann leiðir hann á fullu eða leiðir ekki. Við fyrir rofi. Oft er þetta MOSFET transistorar, en nú teikna ég þetta bara eins, svo oft ykkur að þetta er, við getum notað svo sögum transistorana, en við keyrðum þá alltaf öðruvísi. Og það virkar þannig að hérna kemur sem bara spenna út og hér er feedback í svona generator eða tíðnigjafa sem býr til þessa púlsa sem að ákveða hver hratt hann slekkur. Og það ræður spennunni hérna út. Þannig að það heitir Switching Mode Power Supply og skammstöfað SMPS. Og þetta er það sem er notað eingöngu í dag en menn geta. Einfaldlega því að hann tekur miklu minna rafmagn, hann þarf ekki kæliplötu, hann hitnar ekki. Gallinn við hann, það þarf oftast að það þarf eiginlega bara að þétta hérna út af hérna þessum spækum sem koma frá honum af því hann er að glamra sundur og saman og þetta með þétta yfir hann og það er vissu líka gert hér sko. Þetta væri þá spennugjafinn hérna, blues hér, svona, þetta eru þéttir C1 og C2 og þessi var þannig að það er aðeins stærri og þessi aðeins minni. Þetta er svona munur, þennan mun þurfum við að skilja á kunna. Switching Mode Power Supply er svona rofi, fer sundur og saman, hitnar ekki neitt. Analóg regulator gamli, 78 serían, búinn transistor sem leiðir mismikið í gegnum sig og hitnar. Já, nú skulum við fara og stilla upp, við erum búin að gera rásvegilega hér á hérna brauðbretti. Nú skulum við prófa þessi sömu rás hér með þessum hérna transistor með Switching Mode Power Supplyinu og athuga hvort að hann hitni eitthvað. Já, hér sjáum þið munur af þessum kubbum. Hérna er 78 serían, þessi gömlu, og hérna er þessi nýju. Það er þess að Switching Power Supplyið. Og hann heitir TSR 12420. Og það er síðustu stærðin, það er þess að 12 þarna í endanum sem er því að hann gefur 12 volt út. Svona. Hér er þetta búið að taka 78 serían út og rásinn hér, hún er sem sagt, hún er svona. Hér er spennugjafinn, 0-80 volt og hér er Switching Power Supplyið, hann er bara á eða af, þessi hér stýrir því og hér er bara peran sem er, og hér er 12 volt út. Þannig að hér er spennan út, hér er straumur inn í hann og hérna sjáum þið spennuna sem spennugjafinn gefur inn. Og það muni kannski að þegar hann var svona hérna undir 12 volt þá logaði hans peran, þá fór hinn lag. Þessi er ekkert að fara, þessi er bara opinn. Hann fer ekkert af stað fyrir hann getur reglað. Nú hækkaði spennuna hérna upp og hér kemur ljós á hann og þetta verður 12 volt út og sér 11 koma eitthvað hérna, 8 og straumurinn inn er
aðeins minni en áðan að því að núna fer engin orka í að hita hann upp, hann bara kaldur og setja allt í botninn í hann 30 volt hérna, spenna út haggastykki, straumurinn inn, hann minnkar það sem hann líklega bara nær að gera sömu spennu út með minna afli heldur en hinn gerði og þetta switching pásablaði þetta hérna og þetta svín virkar, hitnar ekki neitt, eyðir miklu minna rafmagni betra öllu leyti nema það þarf kannski þétta hérna yfir útganginn til að taka nóðsinn. Takk fyrir.